Góðan daginn, kæru vinir sem eru að horfa á þáttinn Ísrael í dag. Ég er nú búinn að segja þetta svo oft hvernig byrjunin er, hvað mörg ár sem við erum búin að vera hérna í loftinu og hvað oft í mánuð og hvað oft á ári og hvað margir hafa verið viðmælendur mínir. Og ég komst að því núna rétt áðan að við erum búin að vera, ég er búinn að hafa 250-60 viðmælendur á þessum 13 árum. Það er ekki lítið, 250 og 60. Að vísu eru nokkru þeirra sem hafa komið oftar en einu sinni. Meðal annars viðmælendur sem ég hef hér á eftir, sem ég kynni eftir augnablik. Og eins og þið vitið sem fylgist með þessum þætti, þá var síðasti þáttur, þá var ég bara einsamall í þættinum. Og ég kom nú til með að sjá þann þátt sjálfur, þó ég geri það nú ekki alltaf reyndar, en sá þann þátt sjálfur og ég var eiginlega hissa hvað ég gat tala endalaust án þess að líta hann á bók eða blað. Og ég finnst að óskaplega hefur hann Ólafur mælskur hvað hann getur talað mikið. Og þetta var bara einhver sérstök náðargjöf að geta talað svona í heilan klukkutíma án þess að líta á bók eða blað. En núna, ég held að sé ágætt líka svona að hafa öðru hvoru, kannski þriðja, fjórða hvern þátt þar sem ég er bara einsamall og þegar ég geti losað mig allt úr sjálfa mér og huga mínu sem að hefur verið að, ergja mig á sum staðar, til dæmis þessar spurningar sem ég fekk einhver tíma og ég hafði tækifæri til að svara þeim svona á kurteislegan hátt eins og þið skiljið, sjálfsögðu. Og svona hafði smá grín líka í síðasta þætti í sambandi við snjókomuna í Jerúsalem eins og þið munið eftir sem að sáu þann þátt. Nú þessi þáttur verður öðruvísi heldur en aðrir þættir vegna þess að við höfum ákveðið það hérna allavega að einhver tveir þættir séu nákvæmlega eins, byrja ekki eins og enda ekki eins. Til dæmis var ég einu svona djarfi fyrir 2-3 árum síðan að ég byrjaði þátt með það við hvítan hatt á höfðinu. Ég var nýkominn frá Jerúsalem og þess sem ég hef verið leiðsögumaður í nokkuð mörg ár þar, þá nota ég alltaf hvítan hatt og ég var með þennan hatt í byrjun þáttarins. Ég gerði þetta vísu ásötu ráði, bara til að vekja athygli svona og hérna hafa þetta svona léttmeti í þættinum. Þannig vil ég hafa þennan þátt áfram að við skilum, þetta er alltaf gleðifregnir raun og veru þegar við erum að tala um Ísrael, það er ekki neina sorgafregnir. Þetta eru gleðifregnir og við tala um Ísrael og hvað er að ske í Ísrael í dag. Vegna þess að við trúum því að fyrirheit Guðs í gegnum ritningarnar, þegar ég segi ritningarnar þá á ég við bæði Gamla og Nýja testamentið, að það er benda á það að fyrirheit Guðs þau standa stöðugt óhaggaleg. Og við trúum því. Nú sumir eru á móti þessu og þeir vilja búa til einhverja aðrar kenningar og aðrar skoðanir að við skiljum þetta ekki á réttan hátt, að Guð hafi afneitað þessari þjóð Ísrael sem hann að sér tók því að vegna þess að þeir tók ekki móti Jesús eða Jesú eða hvaða nafn sem við nöfnum frelsar okkar, ég segi nú yfirleitt alltaf Jesús, og að þá hafi Guð sem sagt afneitað þeim og Ísrael í dag sé bara kirkjan. Ég þori og ég vil mótmæla þessu reglulega og ég gera það oft og fyrir nokkrum árum síðan þá lét ég útbúa rit sem ég lét þýða reyndar sem heitir Sannleikurinn eða. Þetta rit var sendt út allt landið og margir, jafnvel prestar og kennimenn fengu þetta rit og ég á nokkur rit eftir þannig ef þið viljið fá þetta rit þá er það velkomið. Meðan ég er að tala um þetta rit þá getið þið séð þetta rit reyndar á vefsíðu sem að félagið Sionvinir Ísraels hafa sem heitir sion.is, Sion með setu og þar er þetta rit reyndar og það er hægt að slá á það eins og við skiljum það og lesa bara á hérna tölvunni, allt ritið, en þeir getið líka senda heim ókeypis eða viljið. Nú hérna, hvað get ég sagt meira? Það er eins og ég sagði síðan þætti, þá var ég reyndar nýkomið frá Ísrael og svona var ennþá í þeim hugleiðingum og ég hafði tónlist hér frá því samfélagi sem ég kem í Jerúsalem, sem er ekki kirkja eða hérna söfnur eins og við skiljum orðið, heldur bara hússamfélag sem við komum saman á hverju föstudagskvöldi, borðum saman og hérna eigum yndislega stund eftir með lággjörð og vitnisburðum, en ákveðlega óformlegt, bara látum svona eins og við segjum það, svona láta andan leiða þær stundir. Stundum er það bara í klukkutíma, 2 tíma og stundum er það upp í 3-4 tíma. Þannig að ég er mjög hrifinn af slíku samfélagi, svona hússamfélag. Ég hef heyrt sagt að það er eitthvað að byrja hér á Íslandi með svona frá ólíkum samfélagum hér, kallað svona hússamfélag, að hitta saman í heimahúsum og hugleiða orðið og biðja saman. Mér finnst það mjög gott. Ég hef ekkert á móti kirkjudeildum eða söfnuðum langt frá því. Ég kem sjálfur í kirkjudeild og öðru hvoru allavega og þetta er mikla blessun að gera slíkt.
En af því ég var spurður að því núna í síma fyrir nokkur síðan, ég hefði kom inn á þetta efni og þá var spurður að því að ég held ég hafði nú svarað þessu síðasta þætti en ég fekk bara símhringingu í gær eða fyrir þetta. Hvað meinar þú þá með að kirkja? Er það ekki Guðs hús? Er það ekki Guðs hús, kirkjur? Sko ég skal segja ykkur nákvæmlega hvað ég meina með því og það er ekki viss allir sér sammála mér, það verður bara að hafa það. Ég trúi því að hús, hvort sem það er með stórum turni eða engum turni eða krossmarki eða engum krossmarki, það sé bara hús sem að fólk kemur í sem trúur á Guð og söfnuðurinn er ekki þessi hús, heldur bara söfnuður Guðs er bara ég og þú. Söfnuðurinn eru einstaklingar sem trúa. Þannig að kirkja Guðs er með öðrum orðum ég og þú, einstaklingar. Ekki nákvæmlega þetta hús sem við komum saman í til þess að lofa Guð, heldur við sem einstaklingar. Og já, þið verða að misskilja þetta eða skilja þetta eins og ég reyna að segja það. Og ég trúi því að ég skilji nokkurn veginn hvað ég á við. Nú eins og ég sagði, ég hef búin að hafa svo marga viðmælendur hérna, það ég vil ekki telja þá allir upp aftur, en að því ég kom aðeins inn á þetta með að margir vilja útskýra og kenna annars að Ísrael sé ekki Ísrael lengur, heldur Ísrael sé kirkjan. Áður en ég kem aðeins inn á það, ég vil endilega ekki taka ólanga tíma þetta sem ég er að gera núna því ég ætla að taka góðan tíma að tala við viðmælenda minn. En eitt uppáhaldsvers mitt úr Jesaja, ritningunni, Gamla testamentinu eins og oft sagt, það er Jesaja 62, 62. kapli og það segir svo, og það getur náttúrulega verið vitnisburður minn líka í þessu samhengi. Sökum Síonar get ég ekki þagað og sökum Jerúsalem get ég ekki kyrr verið uns réttlæti hennar rennur upp sem ljómi og hjálpræði hennar sem brennandi blís. Þá skulu þjóðurnar sjá réttlæti þitt og allir konungar vex sem þína og þú mynd nefnt verða nýju nafni munur drottins mun ákveða. Og í versi 6 fyrir neðan, ég hefi skipað varmenn yfir múra þína Jerúsalem, þeir skulu aldrei þegja nokkur daga eða nætur, aldrei þegja, hvorki daga nýja nætur. Ég vil nú setja mig og okkur sem eru hér og hérna eru vinir Ísraels, ég vil bara segja að þetta vers getur átt við okkur. Við viljum vera varmenn við múra Jerúsalem. Við viljum vera varmenn og þess vegna eru þessi þáttur til að Ísraels vinir hafa haft möguleika á því að hafa þennan þátt núna í 13-14 ár og við erum varmenn við múra Jerúsalem. Í þeim skilningi, við byggjum fyrir Jerúsalem, við tölum jákvætt Jerúsalem, við reynum að fara með hópferðir þangað, eða ég hef farið með yfir 1200 Íslendingar þangað í nokkuð mörg ár. Ég hef sjálfur verið hérna í 32 ára hverju ári og ég mæli með því svo sannarlega ef þið hafa möguleika sem eru að horfa á þennan þátt núna, ef þið hafa möguleika hvort sem þið farið í hópferðum eða tvenn hjón saman til dæmis eða 4 og 5 saman, þá er það bara mjög blessað mál og ég myndi svo sannarlega hjálpa ykkur með að hvernig á að komast þangað og eins hvernig hvar á að búa og hvort þið viljið fara mjög ódýr hótel, gistiheimili eða hostel eins og heitir eða dýrari hótel, þá getum við hjálpað ykkur. Þannig erum við hér að vekja athygli á Ísrael með bæði ferðum okkar og hjálpa öðrum til að komast þangað og blessa landið. Af hverju eigum við að blessa þetta land, myndi einhver að spyrja. Við trúum því að þetta land og þjóð, gyðingarnir, landið og þjóðin hafi gefið okkur svo mikið. Hvað hafi gefið okkur? Þeir hafi til dæmis gefið okkur ritninguna, biblíuna. Hún er rituð að langmestu leyti af gyðingum og reynur til gyðinga í flestum tilfellum, en leið til okkar, til allra manna. Og hvað hafi gefið okkur meira? Þeir hafa gefið okkur frelsaran sjálfan, Jesús, sem er gyðingur. Ég segi af því að við trúum því að hann lifi og hann er gyðingur og við erum að senda þessa blessun tilbaka sem við höfum öðlast. Við höfum öðlast svo mikla blessun frá þessu landi og okkur ber að senda blessunin tilbaka. Það finnst mér. Hvað finnst þér? Nú, ég veit það að þú sem ert að horfa einhver segir já, en allt þetta sem þeir hafa verið að gera gegn Palestínumönnum og er ekki óerðir þarna og er ekki yfirgangur þeirra á svokallum palestínskum svæðum og eru þeir ekki með frekju
og hafa ekki hernám verið í gildi hjá þeim gagnvart öðrum þjóðum. Þessi nú ákveðlega létt svara í raun og veru. Og ég fullir þetta sem ég segi núna. Ísraelska varnarliðið hefur aldrei farið til neinra þjóða til að vinna þá þjóð fyrir sitt land, aldrei. Þeir hafa varið sitt land frá deginn sem að Ísrael var stofnað í 14. maí 1948, þegar 5-6 þjóðir komur þar inn til að ráðast á þetta land og fleiri styrjaldir hafa átt sér stað á þessu svæði af arabaþjóðum sem að vilja útrýma þessu landi frá landakortinu. Ég veit að þið hafa heyrt þetta áður hjá mér sem hafa hort á þennan þátt og ég kem til með að endurtaka þetta oftar en þá. Næstu þáttum líka kemur til með að endurtaka þetta. Því ég vil endurtaka þetta svo oft að þið reynið að skilja hvað ég á við. Sambandi við ógn á Palestínumönnum. Nú ég sagði líka síðast að þetta, ég ekki hrifinn af þessu orði Palestína eða Palestínumönnum vegna þess að það náttúrulega rangyrði. Það ekki til neitt ríki sem heitir Palestína. En að þeir hafa þessu slæmt í þessu landi ósatt. Þetta ekki ég. Ég vinn með þeim þegar ég hef verið úti í mörg ár. Ég hef búið meðal þeirra og þekki nákvæmlega hugsun þeirra og hvernig þeir hafa það. Og ég ítreka það sem ég sagði ef til vill síðast að þetta. Þeir hafa það hvergi eins gott í nokkru arabalandi eins og þeir hafa í Ísrael. Ég fullyrði þetta og þeir megi mótmæla mér en ég veit að ég að segja satt. Og ég veit og ég bið Drottinn minn og Guð okkar að varðveita það að við segjum ekki annað en það sem sannleikur í þessum þætti og frá þessum þætti. Nú í sambandi við þetta bara að ef þú vilt kem ég kannski inn á það aftur seinna í þessum þætti með það hvort að Guð hafi nokkuð útilokað þessa þjóð frá blessun sinni eða hafi svikið fyrirheit sinn. Svarið nú í ritningunni hér og ég skal koma aðeins inn á það eftir. En ég vil heldur bara byrja á því núna til þess að eyða ekki tímanum of mikið ég sjálfur alltaf að bjóða velkomin viðmælanda minn núna sem kvemmar og heitir Edda Svan Matthíasdóttir. Edda Matthíasdóttir Svan. Passar. Velkomin. Þakka þér fyrir. Við vorum að tala um það áðan, ég ekki alveg klára en hvort það annað eða þriðja skipti sem þú hefur verið hérna þetta. Ég held þetta sé örugglega þriðja skipti ef ekki fjórða. Já, það sko minning hjá mér að fara að dvala svolítið, það með aldrinum að ég farin að gleyma svolítið. Ég man ennþá hvað ég heiti og ég man hvað þessi þáttur heitir í Ísrael í dag og það náttúrulega dálítið mikið atriði að sjálfsögðu. En já, hjartalega velkomin aftur í þáttinn. Þakka þér fyrir, bara gaman að vera hérna. Já, þakka þér fyrir það og ennþá meira gaman fyrir mig og þá áhorfendur að hafa þig í þættinum. Því þú ert mjög vel liðinn og mikill Ísraelsvinur sem allir þekkja sem að kynnast þessu máli, allavega. Áður ég spyr meira það, hver Edda? Ég hef kannski spurt á þig en það eru margir nýr áhorfendur sem að muni ekki eftir öðrum þætti. Svona í fáum orðum bara? Já, ég fáum orðum sagt að þá ég bara óskup venjuleg kona sem og eiginkona og móðir og amma og allt eftir þessu. Þetta bara mjög gott. Og svo kannski flestir þekkja mig sem fara fyrir Aglo International starfin á Íslandi. Einmitt. Og nú ég mikill Ísraelsvinur og fer þangað hverju ári með hóp og nýt þess að vera þar. Það var sannlegt alveg. Þú sagðir þarna Aglo, þá hvað Aglo? Ég veit það, ég veit ekki hvort að áhorfendur vita þetta. Nei, það reyndar oft mikill misskilningur hvað Aglo er. Já. Aglo International kristin hreyfing. Hún byrjaði fyrir meira en 40 árum síðan og upphaflega byrjaði hún eingöngu fyrir konur. Í dag þessi hreyfing bæði fyrir karla og konur. Og starfandi í tæpum 170 þjóðlöndum heims. Segðu það, já, það vissi ég ekki. Og við erum sem sagt bæði með, náttúrulega kristin hreyfing en höfum fengið svona það sem við kallum þessar tilskipanir og kallanir trúum við frá drottni það að standa með Ísrael og biðja fyrir Ísrael og vekja upp varmenn á múrnum eins og þú varst að lesa áðan. Já. Nú við líka sumir segja þá að vilja fá vita meira Aglo og við líka erum með aðra köllun og það einmitt að ná til múslima. Já. Og við störfum líka heilmikið á meðal þeirra og erum með sjónvarpsútsendingar inn í Arabaheiminum og búin að gera í mörg ár. Já. Þannig að Aglo mjög víðfeðmt. Ég heyri það, dásamlegt alveg. Ég sá á Facebook daginn að
að það Aglo með ferð til Ísrael, núna ekki í loka apríl, já. Þegar þessi þáttur tekinn upp, þetta svo síðast í febrúarmánuði, í apríl, segirðu. Já, þetta var 29. apríl. Já, hvernig geta fólk hér á Íslandi, hefur nú áhuga fyrir að fara í þessa ferð, hvernig þeirra þeir eru hjartalega velkomnir. Hafa samband við þig kannski líka? Já, þeir geta haft samband við mig eða þeir geta farið inn á alþjóðasíðun okkar sem reyndar á ensku, sem bara aglo, aglo.org og þar eru upplýsingar, nú það eiga líka að vera upplýsingar inn á okkar síðu sem aglo.is og svo hægt að hringja í mig beint líka ef fólk hefur áhuga að fá einhverjar upplýsingar og Ég viss það að það margir sem vilja fara. Og það það ætlast til þess að því þetta ferð sem fyrir Aglo allstaðar í heiminum, þannig að í fyrra vorum við með þátttakendur frá 17 þjóðum í ferðin okkar. Og þannig að ég veit ekki ennþá alveg hversu margir verða núna í ár. En þannig að ferðin náttúrulega meira og minna fyrir fram á ensku, en það allir og ég náttúrulega alltaf einn leiðsögumaðurinn, þannig að ég alltaf til staðar ef að fólk skilur ekki eitthvað þá auðvelt að leiðrétta það. Já, yndislegt alveg. Og þið búið mest í Jerúsalem eða víða í landinu? Við höfum yfirleitt bækistöður á svona 2-3 stöðum. Við ætlum að byrja núna í þetta sinn í Tel Aviv og gista þar í 1-2 nætur. Svo förum við upp til Galilíu og svo aftur til Jerúsalem og keyrum þaðan og líka áfram niður að Dauðahafinu og niður í eyðimörkina, Negev-eyðimörkina. Farið nokkuð til Jórdaníu? Nei, ekki þetta sinn. Við höfum gert það áður. Við höfum farið til Jórdaníu líka og höfum farið þá meðal annars til Petru sem alveg stórkostlegt. Stórkostlegt, já, ég hef komið þangað nokkuð oft. Já, og það alveg vel þess virði að fara þangað. Já, það bara annar heimur. Akkurat. En í þetta skipti þá ætlum við að sleppa því og erum bara í Ísrael. Já, það líka nóg að sjá þar. Mikið meira nóg að sjá þar. Já, þú búin að vera, má ég spyrja svona mörg ár sem að þú komið þangað? Ég held að ég sé búin að koma þangað frá því árið 2000 cirka nema fyrir utan 1 ár. Já. Þannig að ég búin að fara hana hverju ári og stundum oftar en einu svona ári. Já, ekki alveg eins oft ég. Nei, ekki eins oft og þú. Ég held að það sláir nú fáar Íslendingar fyrir. Já, ég held að sé ekki margir Íslendingar sem hafa farið oft eins og ég. Nei, það er búin að vera 32 ár þarna og farið á hverju einasta ári, oft tvisvar, og eiginlega oftast tvisvar, og hefur komið fyrir 3 jafnvel. Já, stórkostlegt. Já, þetta er stórkostlegt tækifæri sem ég hef fengið. Já, Guð hefur virkilega blessað þig. Og ég tengdur hjálparstarfsemi í Ísrael, bæði meðal Palestínumanna og gyðinga. Frábært. Og nú sagði Palestínumanna, fólk skilur hvað ég á við, arabar sem reka kristin skóla, rétti á Betlehem, Betjala. Já, ég kannast við það. Já, og hefur komið þangað? Já, einu sinni. Já, með mér? Nei, ekki með þér, það var þannig með Aglo. Já, einmitt, það er gott að heyra það. Og ég var nýbúinn að vera þar reyndar og það er mikið gott starf og við vinnum hjálparstarf meðal annarra líka. Já, það er hægt að gera margt fyrir Ísrael og þeir sem ekki komast til Ísrael þeir geta gert líka mikið hér, bara landinu. Vissulega, mjög mikið. Númer 1, 2 og 3 að biðja fyrir landinu. Sjálfsögðu. Hvetja prestana sína, þeir sem tilheyra kirkjum, samfélögum, hvað sem köllum það, að biðja þá að biðja fyrir Ísrael, koma með bænarefni og vekja athygli á þessu, því að óvinir okkar, því ég segi óvinir okkar þá á við svona óvinir Ísraels, þeir hafa skífulega sterk áhrif í okkar þjóðfélagi og hjá fjölmiðlum líka. Og það því miður bara svo mikil þekkingaskortur finnst manni ofta að bæði fjölmiðlum og hjá öðru fólki sem að fjalla Ísrael, það fjallar Ísrael út frá einhverju sem það hefur heyrt eða lesið í fjölmiðlum en hefur kannski enga persónulega reynslu af því. Og ég meina það alveg eins og þegar við heyrum einhvern lýsa Íslandi bara sem hefur aldrei komið til Íslands, það svolítið skökkmyndin kannski á því. Þannig að ég held að sé líka mjög mikilvægt að einmitt að fólk hvetji sína presta og leiðtoga og annað að efla bara til fræðslukvöld og annað Ísrael og stöðu Ísraels ríkist út frá orði Guðs og annað þvíumlíkt. Mjög áreiðandi, mjög áreiðandi. Það mjög áreiðandi. Og ég heldur að það ekki sé rétt hjá mér að nokkur samfélög hérna í Reykjavík allavega og ég veit til dæmis að Akureyri, en í Reykjavík líka vakna eitthvað meðal samfélagana hérna að
að auglýsa svo kallar Ísraels samkomur eða kynna málið, landið og þjóðina og út frá ritningunni og svona gera umræður það efni. Nákvæmlega. Ég held ég að í sínu samfélagi. Já, það hefur verið gert, ég tilheyri Íslensku kristkirkjunni. Já, einmitt. Og það hefur verið með svona fræðslukvöld Ísrael og í nokkur skipti. Já, mjög gott. Og ég man rétt að þá aftur núna á miðvikudaginn kemur sem að verður í næstu viku. Já. Að þá sem þetta verður annað svona fræðslukvöld. Já, og þið áhorfendur sem eru að horfa þetta núna, sjálfsögðu velkominir í Kristkirkjuna. Sjálfsögðu. En það miðvikudagskvöld, bíddu nú við, það útsendingin frá okkur á miðvikudagskvöldi. Svo þá segir við ykkur að þá getið þið bara beðið með að horfa á Ísrael í dag þáttinn fram á laugardegi. Hann endursýndur á laugardegi klukkan 3 og aftur á sunnudagskvöldi klukkan 6:30. Þannig að möguleikinn ekki alveg útilokaður. Nei. En þetta mikið blessun að heyra og ég veit að fleiri kristin samfélög hér í Reykjavík eru farin að vakna og biðja fyrir Ísrael sem betur fer. Og það virðist nú vera allavega þetta því sem ég hef kynnst að svona kristin kirkja sé svolítið að vakna bara víðsvegar heiminn. Já. Gagnvart stöðu sinni, gagnvart Ísrael. Já. Og því að fram að þessu hefur svo kölluð staðgengils guðfræði verið mjög ríkjandi. Þessu ætlum að tala en sem betur fyrir þá að vil ég nú trúa því að það sé bara handleiðslega Guðs að hann svona að byrja að leiðrétta þetta og fólk að átta sig á sannleikanum. Já, ég þori nú bara aftur að minnast á vefsíðuna sem við höfum hér sion.is með setu. Þar núna, akkurat núna og verður næstu 2-3 vikur allavega grein til svar við grein ákveðins press og þar kemur greinarhöfundur einmitt inn á þetta hvort að drottinn hafi fyrirgert fyrirheiti sínu og tekið upp annað sjónarmið að kirkjan sé Ísrael. Þetta mjög gott svar hjá þessum manni og kíkið endilega á vefsíðuna þá. Nú þetta hægt að gera margt. Já, það hægt að gera mjög margt. Það hægt að gera margt og við höfum haft í 5 ár núna laugskálaháttíð hér á Íslandi. Já. Ég veit ekki hvernig það verður í haust en það hefur verið alltaf í 5 ár og þáttaka hefur verið ótrúlega góð undanfarið, já, mjög góð. En ég veit ekki hvernig það verður í haust en þó ég verði ekki þar þá voni ég einhver aðrir geti haldið áfram. Því ég held að þetta sé orðið komið svona inn hjá fólki að það fara að tala næstu laugskálaháttíð hjá okkur. Þeir sem ekki geta komist til Ísrael á laugskálaháttíðinu sem núna síðast 19. september. Já. 19. september byrjar það og verður mánaðamótin. Þannig, já, þetta athyglisvert. Nú þetta tími líður, en það ótrúlegt hvað þessi tími líður hratt, en sem betur fyrir, við eigum góðan tíma eftir. Þú komst með einhverja myndir. Jú, við gerðum það. Já, og ég, nú fáum við nefnilega myndir frá tæknimönnum. Við erum svo ágæta tæknimann sem fylgist alveg með hvað við segjum og þarna ein mynd Býttu nú, þetta svolítið athyglisverð mynd. Já. Þetta skírn í ánni Jórdan, ekki? Þetta skírn í ánni Jórdan, jú. Þetta var tekið í ferðin okkar í fyrra. Þarna hópur og ungu fólki sem var með okkur í þessari ferð frá nokkrum þjóðum. Já. Og þau vildi öll fá, sum voru að taka skírn í fyrsta skipti. Já. En önnur vildi fá að fara ofan í vatni líka og svona endurnýja þessi skírnarheit. Já. Sem mjög margir reyndar hafa gert sem hafa farið til Ísrael að þeim finnst bara einhvern veginn tilheyrandi að fá að fara ofan í ána Jórdan. Já, mér finnst það líka. Og þar af leiðandi hefur við stundum boðið upp á það að fólk getur þá fengið að fara og vera með bara svona smá athöfn þar sem þau endurnýja sér skírnarheit. Já. Eða eins og við sumir segja, ég fyrst núna að skilja köllun mína gagnvart Ísrael út frá orði Guðs og vil staðfesta það þannig með því að fá að endurnýja þetta heit. Ég held að þetta sé mjög gott. Ég sjálfur reyndar hefur skýrt 9-10 persónur, nei 11 persónur í ánni Jórdan. Ég hef ekki sjálfur verið skýrður en ég held ég gera það bara næst ég kem þarna. En ekki að því ég sé skýrður 9 heldur bara endurnýja eins og þú segir réttilega. Minning þess atburða sem hefur átt sér stað í okkar eigin lífi og sem þessi staður minnir okkur á. Akkurát, þetta svona meira tákgrænt. Við náttúrulega vitum það að skírnin bara ein skírn. Já, það eins og ein trú, sko. Akkurát, nákvæmlega. En næstu mynd kannski. Þetta nú bara tekið við Grátmúrinn. Já, Vesturmúrinn, já. Vesturmúrinn, já. Og Íslendingar flestir þegar maður tala Vesturmúrinn þá eru fáir sem vita hvað það og þekkja hann undir nafninu Grátmúrinn. Já.
En þarna var ég með nýbúin að afstæðan sem sagt svona bara mitzva. Já, það er drengur, 13 ára. Akkurat. Þannig að þetta er bara svo við köllum ferming kannski? Ferming, já, akkurat. Þetta er mynd þaðan og er hérna náttúrulega stórkostlegt að koma þarna stórkostlegt alveg. Og við förum þarna alltaf í ferðunum okkar á hverju ári. Já, á hebresku heitir þetta kótel. Akkurat. Og síðast ég var þarna, þá fór ég einsamallan og satt á litlum stól við vegginn, við hérna múrvegginn eða hvað þetta heitir. Og hérna ég átti stórkostlega stund þar sem ekki að lýsa með orðum bara. Það er bara eitthvað sem kom, bara mikið blessun yfir mig að koma þarna. Það er það. Auðvitað hvað sem við biðjum Drottinn er blessun, en það er sérstaklega á þessum stað. Þetta er magnþrungið af bænum í gegnum 2000 ár. Það er það. Ekki kannski á þessum stað, en jú, frá þessum stað raunveru. Ég held mér að ég sé með eina mynd þar sem að sýnir bara svona, það er kannski næsta mynd ef við fáum hana upp. Já, sjáum til. Það er mynd sem að sýnir bara bænamiðana sem fólki hefur skilið eftir í þarna akkurat. Þetta er akkurat svipað það sem ég var fyrir framan, horfðu á þetta. Þetta er einmitt þarna í þessum múr eða vegg og þarna eru bænamiðar sem fólk hefur skilið eftir bænina sína þarna. Bænarefni? Bænarefni sín þarna, já. Og það merkilega það er hægt að gera þetta þegar núna, bara frá Íslandi. Nákvæmlega. Þú farið í tölvuna og það er bara fyrir bænir og bara slegið á hérna hótel eða vestumúrinn, hvernig orð það er, og þá kemur sjálfkrafa upplýsingar um hvernig við getum komið bænum okkar inn meðal þeirra. Nákvæmlega. Og það sem ég finnst eiginlega ennþá stórkostlega er það að náttúrulega svo hreinir þetta smátt og smátt niður af því þetta er svo mikið fjöldi sem er tróðið þarna. Hreinsaður í hvoru. Já, þetta er alltaf hreinsaður í hvoru og þeir henda þessu ekki í rusli, heldur grafa þetta í jörð. Þannig líta það alvarlega á þessi bænarefni. Það er einhver fyrirbæðin hend í jörðinu, nei. Þeir eru svo strangi gyðingar, sko, til dæmis með blöð og annað sem að nafn Guðs kemur inn á, þeir henda því aldrei. Svoleiðis og þeir breyta ég vil nafninu Guðs bara G, bannstrik D eða á ensku til þess að fólk fótum trúi ekki Guðs orð. Þeir byrja virðingu fyrir Guðs orði. Þeir gera það nefnilega og það er eitthvað sem við getum nú lært svolítið að þeim. Já, það er rétt hjá þeir. Hvað með næstu mynd kannski? Sjá það, þarna er þú sjálf? Já, þarna er ég sjálf. Þetta er, ég tók nú bara, ég taka þessa mynd að mér síðastliðið vor, þegar við vorum hana 2012. Já. Vegna þess að mér fannst þetta svo táknrænt, þannig eru hveiti agrarnir næstu því orðin hvítir til uppskeru og þetta minnir okkur náttúrulega á orðið að í hérna reikningunni þar sem talaði að verkamennir sé fáir en uppskeran til staðar. Já. Og þetta er tekið svona sirka á þeim stað þar sem er talið að Davíð hafi fellt Golíat. Já. Og við fórum þarna einmitt til að vera með bænar yfirlýsingar og ferðirna hjá Agló eru ekki bara svona einhverja túristaferðir, heldur eru við mjög markvissar ferðir og við förum alveg búin að leita Guðs í bæn og annað, hvernig dagskráin okkar verður. Já, og við biðjum mjög mikið fyrir landinu og þjóðinni og svona förum með bænar yfirlýsingar út af því sem að Guð leiðir okkur. Já, þetta er fínt, þetta er dásamlegt. Ég trúi því nefnilega að bænir virki og ég trúi því það sem að skeið nú í þessu litla landi Ísrael sem er ekki nema 24.000 ferkílómetrar að hérna bænir hinna kristnu eða bænir trúara út allan heim virka. Þetta litla land sem er inn á milli 22 land arabaþjóðana sem við hafum 240 milljónir araba sem vilja bara útrýma þessu litla landi. Ég trúi því að þessi vernd sem þeir hafa eru vegna fyrirbæna þjóðana. Alveg örugglega. Stórkostlegt. Já, og bænin hún virkar, bæði þessu kringumstæðum og öllum öðrum kringumstæðum sjálfsögðum. Já, kannski sjáum við eina eða nokkra myndir í viðbót. Þetta er nú bara tekið þarna í Getsemani garðinum. Já, rétt, já, einmitt, já. Og þetta eru mjög gömul ólífutré þarna. Já, við sagt þessu 2000 ára gömul. Nákvæmlega, sum, og hérna það er alltaf mjög sterk stund að koma þarna í þennan garð. Já. Og minnast þeirra atburði sem áttu sér stað þarna og þá kemur mér alltaf í huga þegar Jesús einmitt spyr lærisveinana sína gátuð ekki vaka með mér eina stund, eina nótt. Þannig að það minnir okkur á það að halda vök okkar í bæn fyrir bæði land og þjóð. Já, þetta er rétt og það má segja sko að margir staðir sem að sagðir eru nú Jesús hafi verið krossfestur eða
það sem að reisa upp, það ekki alveg 100% öruggt, allir þeir staðir séu þeir staðir. Akkurat. En Getsemanni-garðurinn, það má segja það öruggt. Já. Þetta réttur garður sem að Jesús og lærisveinar hans voru í þegar rómverski hermenn komu og tóku Jesú burtu. Það er alveg rétt og þetta við Olíufjallið og Olíufjallið ennþá þarna og sjálfsögðu og Þannig að þess vegna sem ég tók þessa mynd, því þetta einn af þessum fáanstöðum sem þeir vita alveg nákvæmlega. Alveg 100%, já. Það er mjög gott, já. Já, þetta gaman að sjá þetta eftir fleiri myndir. Þetta tekið, þetta annar staður sem að mér persónulega finnst mjög gaman að fara á. Við höfum farið nokkur sinnum með litla hópa reyndar, það ekki gott að fara með mjög stóran hóp. Nei. En þetta í göngin sem þannig undir Vesturmúrnum. Já. Og það mjög gaman að fara þarna og bara, heyra sögun og annað og þarna kemstu kannski hvað næst því sem að við komumstum í dag, því sem að var áður allra heilaðasta. Já. Af því að við veitum það náttúrulega að Musterishaðin, hún á yfirráðum Palestínumanna núna. Jú. Þannig að við og gyðingar komast ekki þar af leiðandi þangað, en þeir komast þarna undir í þessu göng. Já. Og þarna hefur við einmitt verið með bænastundir og ég held að ég sé með eina aðra mynd þarna líka frá þessum göngum og þarna mynd að labba inn í og sumstaðar þetta mjög mjótt og þröngt og þess vegna ekki gott að fara með stóra hópa. Nei. En það auðvelt að fara hana með litla hópa. Það maður ekki verið nokkuð grannur til að fara með? Já, ég hef nú farið með fólk sem hefur ekkert verið allt og grann. Það hefur nú samt getað smeygt sér. Já. En það mjög sterk upplifun. Allir sem ég hef farið með þarna hafa talað það að þeir hefur fundist þetta stórkostleg upplifun að fá að fara þarna. Alveg örugglega, sko. Þarna að ég hvet einmitt fólk að það reyndar þarf að panta stundum tíma til þess að fá að fara inn eða þú ætlar að fara með hóp eða þú ert einstaklingur þá skiptir það ekki máli, það getur bara mætt og farið hann inn. Já. En það vel þessi virði að fara. Þetta alveg stórkostlegt og ég veit ekki hvort að það önnur göng líka sem eru við Damaskushliðið. Jú, nákvæmlega, já. Ég fyrir oft með hópa þangað, það nú ekki alltaf opið þar en ég kanna það bara áður þá, hvort það sé opið. Og það eru göng sem ná 200 metra fyrir neðan undir borginni Jerúsalem. Nákvæmlega. Og þar sér maður úthögnar, þar sem steinar voru högnar út fyrir musteri Salómons konungs, sko. Já, akkurat. Og þetta stórkostlegt að sjá það líka, þannig að eins og sumir segja steinarnir tala. Þeir gera það og við vorum einmitt þessi göng sem þú varst að vitna í núna, við vorum með bænastund þar í síðustu ferðin okkar. Já, ég gerir það líka stundum. Já, þannig að það Þá erum við bara búin með myndir. Já, í bili allavega. Já, í bili, já. Kannski við fáum 2 aftur og eftir, kannski, ef við sjáum til, já. Og getur þú sagt eitthvað svona núna bara frá þinn eigin hjarta beint inn í sjónvarpsvélina, bara frá þessu liggur hjarta þínu, persónulega, án þess að ég fara að segja þér hvað ég segja? Sko ég myndi segja að hvetja fólk til þess að afla sér upplýsingar og þekkingu Ísrael og bara stöðumála þar og líka að endilega reyna ef það mögulega hefur tækifæri til að fara þangað. Það alveg stórkostleg upplifun að koma til landsins og ég get sagt sjálf persónulega, jú, mér hafði oft dreymt að komast einhvern tímann til Ísrael eftir ég fór að lesa Biblíuna að þá hafði ég þrá í hjarta mín að komast þangað. En það var ekki, ég hafði enga svona rosa sterka að ég bara yrði að gera það fyrir en að ég bara tók ákvörðun einn daginn að ég ætlaði að fara þarna og það var einmitt í gegnum Agló og ég verð að segja alveg eins og að það var mér mjög sterk upplifun og það held ég segja öllum sem koma þarna og sem kristið fólk og ef við trúum á Biblíans í orð Guðs að þá ber okkur að vera talsmenn Guðs fyrir þessar þjóð og þessu landi, ekki vegna þess að nútíma Ísraelsþjóðin sé að gera allt saman rétt. Þeir eru það alls ekki og langt í frá, ekki frekar en okkar íslensku stjórnmálamenn eða okkar íslenska þjóð gera alla hluta rétt. En það vegna orð Guðs og þeirra fyrirheita sem eru í orði Guðs sem ég hvet fólk til þess að bara gerast varðmenn á múrunum. Og taka stöðu og biðja fyrir land og þjóð og ekki síst biðja fyrir þessari litlu jurt sem að byrja að vaxa og dafna í Ísrael sem ég kalla hinn messiansku gyðinga. Það að segja gyðingar sem hafa játað Jesú Krist sem sinn messias og þetta mjög lítill hópur en fer stækkandi
og þetta sem sagt hópur sem líka stendur fyrir, eða sem sagt fær að upplifa ýmsar ofsóknir frá þessum svona, hvað maður að segja, hasidic gyðingum. Og þeir sem sagt þurfa miklum bænastuðning þar af leiðandi, og sem kristni bræður okkar og systur, þar sem við eigum okkar ættir að rekja, okkar trúar ættir að rekja til Ísraels, að þá tel ég að við þurfum að standa með þeim í bæn og uppörfun og að leyfa þeim að finna að þeir séu ekki einir í heiminum. Þetta yndislegt að segja þetta. Þetta svo, þakka kærlega fyrir þetta og ég veit að áhorfendur, þeir eru farin sem eru svona fastir áhorfendur á þessum þætti, eru farin að meðtaka eitthvað og melta svolítið af þessu sem við erum að segja. Og ég trúi því að þetta eigi eftir að vaxa og bera ávöxt, að við hvetjum aðra til þess að blessa þessa land og þessa þjóð. Það er eins og Edda kom inn á það, við þurfum ekki að samþykja allt sem að stjórnarvöldi í Ísrael er að gera. Það er heldur ekki okkar mál. Það er þeirra mál að hvernig þeir stjórna sínu landi og hver er í ríkisstjórn og hver er í þinginu og það eru frjálsar kosningar eins og ég hef komið inn á áður. Það er bæði trúfrelsi og það er skoðanafrelsi í Ísrael sem er ekki í öllum arabalöndum. Til dæmis arabar eru í þinginu í Knesset í Ísrael, jafnvel í ráðherrastól og í Hæstarétti er einn arabi. Þannig að það er langt frá því, það er algjör trúfrelsi og skoðanafrelsi í Ísrael. Og það er lýðræðisríki og ég held bara eina lýðræðisríki eins og við skiljum orðið lýðræði í öllum löndum í Austurlanda. Hvorki meira en að minna, ekki rétt? Það er rétt. Já, nú til dæmis veit ég að það eru nokkuð margir Íslendingar sem hafa farið til Ísrael í háskóla þar og háskólan í Jerúsalem. Það er alþjóðlegur háskóli og margir koma frá ólíkum þjóðum þangað á hverju ári og ég bara punktaði niður í morgun og þegar ég hugsaði þennan þátt með æðri menntun og vísindilega rannsóknir í Jerúsalem, í Ísrael. Ég get bent á til dæmis Hebreska háskólann í Jerúsalem, það er almennt nám þar en aðal áherslan þar er á læknisfræði og jarðvísindi. Og þarna kom frá Ísrael, ég frá Íslandi, ég þekki nokkra hér frá Íslandi sem hafa verið í þessum skóla. Og það er annar háskóli í Tel Aviv og það er almennt nám þar og einnig mikil áhersla á læknisfræði. Tæknistofnun ríkisins er í Haifa og það er mest áhersla á vísindi og alls konar tæknileg vísindi. Nú Bar Ilan háskólinn er í Ramat Gan, það er almennt nám og trúfræði gyðinga sem er trúalegu skóli sem er mjög, gyðingar eru, hvað ég segja, margir hverjir trúræknir og hafa sterka trú og sterka skoðanir í trúmálum, ekki síður en margar kirkjudeildir hafa ólíkar skoðanir og stefnur í trúmálum. Það er líka meðal gyðinga, eins og Edda kom inn á áðan, það eru Hadasi-gyðingar og það eru Sefaradím-gyðingar og Askenazi-gyðingar og margar tegundir og þeim ber ekki allir saman. Nei, þeim ber ekki allir saman, langt frá því. Frekar en lútherskum og katólskum. Frekar en okkar kirkjudeildir. Svona er nú það. Háskólinn til dæmis í Haifa, hann er nokkuð stór og það er mannúðar- og þjóðfélagsfræði og Ben Gurion háskólanum í Negev, eyðimörkinni, Bersjeva. Það er Ben Gurion, akkur hann heitir það, því að Ben Gurion hann er jarðaður það reyndar rétt hjá og það er almennt nám og læknisfræði, þeir leggja mikil áherslu á læknisfræði í öllum þessum skólum. Bezali, háskólinn í Jerúsalem, leggur áherslu á listir og skreytingar. Nú nemendur samtals í þessum skólum, ég kannaði það, nemendur samtals í öllum þessum skólum eru núna í dag 74.000, hvorki meira en að minna. Og þetta er ekki allt gyðingar, þetta eru arabar líka. Það eru meira arabar sem eru kennarar í háskólanum í Jerúsalem. Það eru arabar sem eru læknar, Hadassah-spítalan sem er stærsti spítalinn í Ísrael. Það eru arabar sem eru læknar og hjúkrunarfólk og frá öðrum spítalunum líka. Þannig að þið verðið að trúa þessu sem við erum að segja núna. Þessi mismunun og þetta hatur á milli gyðinga og araba, hann passar ekki. Það eru til öfgahópar hjá báðum að sjálfsögðu. Það eru til öfgahópar meðal muslíma sérstaklega sem að hafa þátt stefnusgrá sína útrýma landinu af landakortinu. Það er staðreynd. Og þeir hópar eru til dæmis á Gazasvæðinu, eða hóphur, og við heyrum kannski oftar þær hamfarir sem eiga sér stað þaðan og þá heldur fólk að þetta sé bara allt í Ísraeli. Það er ekki, þannig er það nú ekki sem betur fer.
en sumir þeirra reyna að gera allt sem þeir geta til þess að eyðileggja þetta land og þessa þjóð. Nú ég sagði áðan, ég ætlaði að koma aðeins inn á hérna áður ég enda, að ég skrifaði reyndar hérna líka svo ég haldi því nú áfram að 90% íbúðana í Ísrael eru sjúkratryggðir. 90% af öllum íbúðum Ísrael og þeir fá bæði læknagjald og sjúkraveru. Það er greitt á ríkinu. Læknishjálp er einnig veitt útlendingum sem koma frá nágranna löndum. Frá 1948 var Hadassah sjúkrahúsið sem er stærsta sjúkrahúsið í Jerúsalem eða rétt við Jerúsalem. Það er frægt í löndum fyrir botni Miðjarðarhafs. Það er þekkt fyrir hérna góðu læknisaðstoð sína. Og þegar ég segi læknaaðstoð, það þýðir það eftir 1967 þá var hægt að fara yfir til Jórdaníu, þess að við vitum að Ísrael vann það stríð og opnaði leiðin aftur til Jórdaníu og þar voru veikir arabar, þeir hafa farið í stríðustraumum þaðan og komið til Hadassah til læknismeðferðar í Ísrael. Fjöldi hefur einnig komið frá Gazasvæðinu, jafnvel frá Gazasvæðinu er farið með sjúka til sjúkrahúsa í Ísrael. Þannig að þetta hatur og hérna árásir sem við heyrum svo í fjölmiðlum sem eru svona magnaður upp milli gyðinga og milli araba, það er ekki rétt, það er ekki sannleikurinn. Sannleikurinn er þessi sem við erum að reyna að segja hérna, kæru vinir. Aftur það sem ég byrja að segja í þættinu með þetta að ákveðnar kenningar innan hérna, nú segi ég svokölluðu kristnu kirkju, hvað sem hún heitir, að þeir hafa nokkrir hverjir allavega hafa sagt að Guð hafi hann hafi útþurkað gyðingar sem viðurkennda þjóð Guðs vegna þess að þeir tók ekki á móti Messíasi eða hinu smurða, Jesús, heldur hérna er kirkjan Ísrael og ég og margir aðrir sem betur við mótmæli þessu virkilega sterklega og ég minna aftur á þetta rit sem ég kom hérna áfram því ykkur sjálfsagt leyfilegt að fá þetta rit, ég skal senda það til ykkar og kostar ekki neitt. En aftur til ritningarna, bara lesa nokkra ritningarstaði og ef þeir eru með biblíuna fyrir nálægt ykkur þá endilega opniði líka á ritningunum biblíunu og til dæmis frá Jeremía þá stendur svona kafli aftur til fyrirheitna landsins. Það er Jeremía 31 og þar stendur svona frá versi 7 Fagniði við Jakob með gleði og kætist yfir öndvís þjóðana kunngerið vegsamið og segið, frelsa, drottin þjóð þína, leifarnar af Ísrael. Og svo kemur þetta, sjá, þetta er fyrirheit Guðs. Sjá, ég flýr þá úr landinu norður frá og safna þeim saman frá útkjálkum jarðar. Á meðal þeirra eru bæði blindir og lamir, bæði þungar og jóðsúkar konur. Í stórhóp hverfa þeir hingað aftur. Þeir munu koma grátandi og ég mun fylgja þeim huggandi, leiða þá á vatnslækjum og sletta veg þeirra, þessi þeir geta eigi rasað, því ég er orðin Ísrael faðir og Efraim er frumgildur sonur minn. Og við lesum bara svolítið áfram líka. Heyrið orð drottins þér þjóðir, Íslandingar, hlustið. Og ég bætti þessu orð Íslandingar, þið skiljið það. Og kunngerið það á fjarlægu eyjunum, já, á Íslandi, og segið, sá sem tvístraði Ísrael, safnar honum saman og mun gæta hans eins og hirðir gæti hjarðar sinnar. Gæti þetta virkilega verið, kæru vin, að sé verið að tala um kirkjuna? Að verið að tala um kirkjuna? Sá sem tvístraði Ísrael, þetta drottin, safnar honum Ísrael saman og mun gæta hans eins og hirðir gæti hjarðar sinnar. Hefur kirkjunni verið dreift út meðal allra þjóða? Hefur kirkjunni átt í baráttu vegna vegna trúar sinnar og meðal allra þjóða að drottinum þurfti á síðustu tímum að leiða þá tilbaka hvers? Til Ísraels lands? Er það? Nei, ég veit að þið eru saman, það getur ekki verið kirkjan. Drottin frelsar Jakob, það er gyðinga, og leysir hann undan valdi þess sem honum var yfir sterkari. Og svo kemur þetta, þeir skulu koma að fagna á Síón hæð og streyma til gæða drottins, til kornsins, við sáum myndin á kornunni hérna áðan, vínbyrjalagarins, olíunar, ungu sauðnautana og nautana og sál þeirra skal verða eins og vökvar aldinn garður og þeir skulu eigi framar vanmegnast. Þá munu meyjarnar skemmta sér við dans og úlingar og gamalmenni gleðja saman. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Þetta er ekki áttu kirkjuna, þetta áttu á við Ísrael, við þjóð Guðs sem heita gyðingar. Þetta á við þá. Og bara fljótlega, að þegar Biblían er nú opin hérna hjá mér, og það kemur í 35. versi, 33. til dæmis, ja 35. lesum það. Svo segir drottin sem er sett yfir sólina til að lýsa daga,
tunglið og stjörnuna til lýsa nætur og sá sem æsir hafið, svo bylgjurnar gnýja. Drottinn allsherjar er nafn hans, svo sannlega sem þessi fasta skipan, takið nú verið eftir, svo sannlega þessi fasta skipan mun aldrei breytast fyrir mér, þessi sköpunin, segir Drottinn, svo sannlega mun Ísrael niðjar ekki hætta að vera þjóð fyrir mér alla daga. Það er ekki tala kirkjur það tala Ísrael sem þjóð. Og svo segir Drottinn, svo sannlega sem himinin er hið efra verður og eigi mældur, né undirstu jarðarinnar hið neðra rannsakar, svo sannlega mun ég ekki hafna öllum Ísraels niðjum, sækir alls þessir þeir hafa gjört, segir Drottinn. Þetta er stórkostlegt. Hann mun ekki hafna þeim þrátt fyrir allt. Hann hefur heldur ekki hafnað mér eða þér eða okkur þrátt fyrir allt. Hann er fyrirheit hans standa ennþá stöðu. Er þetta bara á Gamla testamentinu, Ólafur? Nei. Þetta er líka í Nýja testamentinu. Við kemum bara í hug minn núna. Við getum lesið það mjög þekkt vers í Rómverjabréfinu. Í Rómverjabréfinu 11. kafla. Skulum bara lesa það. Og það er bara svar við þessari spurningu. Og Páll segir svona, ég spyr nú, sennilega hefur þessi spurning verið komið þegar á dögum Páls, hefur Guð útskúfað líð sínum? Bara stoppið þarna, hefur Guð útskúfað líð sínum? Það er þetta sem þessi kennimenn segja. Hvort þau eru prestar í þjóðkirkju okkar eða öðrum kirkjudeildum, þessi rödd heyrist því miður. Hún heyrist í öðrum kirkjudeildum að sjálfsögðu því miður, myndi ég segja. En hvernig svarar Páll þessu? Þetta er spurningamark fyrir aftan hérna. Hann segir, fjarri fyrir því. Með öðrum orðið, þetta passar ekki, þetta er ósatt, fjarri fyrir því. Sjálfur er ég Ísraelsmaður að kynna Abrahams, ættkvísl Benjamins. Guð hefur ekki útskúfað líð sínum sem hann þekkti fyrirfram. Eða vitið þér ekki hvað ritningi segir í kaflanum Elía, hvernig hann kemur fram fyrir Guð með kæru á hendur Ísrael. Og kæru vinir, lesið bara allan að kaflan og langur til þess að lesa nú hér allan. En hérna, þið sem er að velta þessari spurningu fyrir ykkur, hefur Guð afneitað Ísrael. Seinna í þessum kafla er talað tré. Þeir hinu vantrúðu voru hagnir af þessu tré. Það er þessu þjóð Guðs sem trú ekki, þeir missa blessunina af þessu tré. En við sem eru villu olíuviður, heiðingjar, við trú erum við gróðursett við sama olíuvið og þeir. Við sama olíuvið og þeir, en svo stendur líka, en komist þeir aftur til trúar, þá munu þeir aftur vera gróðursettir við sama olíuvið. Með öðrum orðum, það er bæði gyðingar og við á hennu sama tré. Við erum ekki gyðingarnir, en við erum gróðursett við sama tré og nótum blessanir Abrahams, fyrirheitum Abrahams með öðrum orðum, frá þessu eina tré. Þið skiljið líkinguna. Ég er ekki að búa þessa líkingu til. Þetta er í 11. kafla Rómverjabréfsins. Kæru vinir, lesið þetta endilega og Ísraelsvinir, kristni Ísraelsvinir, haldið áfram að biðja fyrir Ísrael og biðja Jerúsalem friðar. Við vitum það í Davíðs sálmum, þessi 122, Davíðs sálmur 122, já, vers 6, það stendur biðja Jerúsalem friðar. Og það er alveg undirsamt, það er ekki rétt? Jú, það er rétt það. Fór ég ekki nokkurn veginn rétt með þetta sem ég var að segja? Jú, fórst alveg rétt með þetta og það er kannski eini punkturinn sem ég myndi velja leggja áherslu á að það stendur einmitt áfram í Rómverjabréfinu þannig í 11. kaflanum að sko fall gyðinganna, það var okkur heiðinganum til hjálpaðis. Já, þetta er stórkostlegt. Og að fyrirheitið er það að við vorum til þess að við getum fengið hjálpræðið, þá urðu þeir að baka sér synd í raun og veru. Og þetta er alveg stórkostlegt. Guð hafði þessa áætlun til þess að við getum fengið heiðingarnir líka og nota fyrirheitana. Og þess vegna getum við ekki sagt að kirkjan kom í staðinn, heldur erum við saman. Hún er framhald. Já, hún er framhald. Og rætur okkar í gyðingdómi. Og það þýðir ekki við sem gyðingatrúar, en við trúum á gyðinginn. Nákvæmlega, Jesú Krist, já. Og þess vegna getum við sagt að gyðingar eru okkar eldri bræður og systur. Já, sammála þessu. Og þess vegna segir við stundum við hópinn þegar við komum með hann til Ísraels, velkomin heim. Vegna þess að í raun og veru er þetta sem kristið fólk, að þá er þetta okkar heimaland líka. Já, mér finnst það þegar, sko. Já, nákvæmlega. Þegar ég er að fara til Ísraels, þá er ég að fara heim. Heim, nákvæmlega. Og þú farið þessa svo tilfinningu. Ég hef þá tilfinningu, búin að hafa hana lengi og ég þori ekki að segja þetta öllum, en ég þori að segja þér og þeir sem eru að horfa núna. En þetta líka vekur spurningar þeir sem að koma til Ísrael, kristnu, og þeir sjá ekki svo marga Ísraelsmenn eða gyðinga lofa Guð, Jesú. Já, akkurat. En þó þú myndist áðan að það voru fjöldi,
gyðingar farnir að taka á móti Jesú, kallað messískir gyðingar. Þegar fyrir 12 ára síðan cirka, þá voru það ekki nema 12-14 ára síðan, þá voru ekki nema 4.000, 4.000-5.000. Núna er nýjustu fréttir sem ég fekk, þeir eru 20.000 gyðingar sem trú á Jesú eða Jesús. Og við trúum því að með framkomu okkar, ég lít ekki á mig sem trúboða í Ísrael, en ég lít á mig sem vott Jesú daglega, hér í Reykjavík líka. Og eins ég í Ísrael, þannig að þeir sem að vita á hvað ég trúi, þá líta þeir á mitt líf. Og því ég trúi því að það sé ekki bara að við sendum trúboða til Afríku eða Kína eins og við höfum gert og það blessað líka, sjálfsögðu. En trúboð held ég líka bara að vera trúar kristin í daglegu fari. Nákvæmlega, sína og endurspegla Jesú Kristi gegnum okkar eigið líf. Gegnum kærleika okkar, gegnum hvernig við svörum hvert öðru, hvernig við tölum við hvert annað. Og þá þurfum við ekki endilega að hafa Biblíun alltaf slá því í höfuðið á fólki og segja þetta svona stendur hér og svona stendur þar. Þeir segja, eins og í Ísrael, ég þekki marga gyðingar sem ekki eru kristnir, en þeir segja hættu með að vitna alltaf í Biblíun og vilja bara sjá í lífiðinu. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega saman hvað stendur í bókinni. En það stendur það líka í Nýja testamentinu við sem opið bréf, lesið að öllum mönnum og þess vegna er mjög mikilvægt að hegðun okkar á lífverðni endurspegli trú okkar og að við eigum þetta frelsi og þetta hjálpræði í Jesú Kristi. Og það sjá þeir þeir líta á verk okkar og þegar við erum að gera góðverk og hjálpa þeir, þetta á líka við Palestínu, Araba líka og múslima, þú myndist á múslima áðan. Og ég einmitt að hugsa það þegar þú sagðir þetta, að það hefur verið svona mikil andúð hér á Íslandi meðal margra með mosku á landinu og það eru margar skoðanir á því máli og sumir eru með og sumir á móti og svo framvegis og ég þori ekki að svara nákvæmlega fyrir það en ég ekki á móti, ég trú að við eigum að hafa trúfrelsi á Íslandi. Ég trú á trúfrelsi en aftur á móti hvort þessi moska eða moskur séu bænahús, það má deilum þá, ég get haft annan tíma það mál, það er önnur saga En kirkjur eru nú ekki leyfðar í mörgum Arabalöndum, það er önnur saga, líka þetta ekki á móti. Svo datt mér í hug, þess að margir múslimar eru koma til Íslands. Gæti ekki verið að drottinn væri að senda múslimana til okkar til þess að við sýndum þeim okkar trú, ekki að lemja, ekki sláði höfuðið með ritningunni, heldur sína ritningunni í verki. Og ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við tölum múslima að við aðskiljum Íslam frá múslimum. Þó að það sé erfitt að gera það, en þá er það hægt með því að þegar við erum búin að uppfræða okkur hvað Íslam að það er miklu meira heldur en bara trú, að þá við þurfum að aðskilja það frá fólkinu. Við verðum að elska fólkið þó við getum ekki samþykkt Íslam sem kristið fólk. En fólkið er skapað af Guði og Guð þráir að þetta múslimarnir fá að kynna sér nákvæmlega eins og Drottinn okkar elskar Arabana. Hann dó fyrir það. Hann dó fyrir hvert og einn manns barn. Og þess vegna ber okkur líka skyldu að reyna að boða og sýna kærleika okkar í verki gagnvart þeim. Ég á múslimska vini í Jerúsalem sem eru múslimar sem trúa og kalla Allah en ég hef verið boðin heim til eins vinur míns sem er múslimi og keyrir bílan okkar þegar við erum með farþega og ég var boðin í mat til hans og ég passa mér reyna ekki að vera neitt trúboðið þeim skilningi. En við töluðum það var óheppilegt atvik sem skeiði í Haifa til nokkur ár síðan. Það skeiði það var ráðist inn á veitingastað og öfgamaður Islam drap sjálfa sig og fleiri aðra sem voru þarna inni. Og þessi vinur minn, hann segir þetta hryllilegt atvik þarna. Ég skil þetta ekki, sagði hann. Þá vogaði ég mér að segja, já, ég skil þetta. Og ég var svolítið hræddur, nú er ég komin að hálan ís. Og sagði, hvernig getur þú skilið þetta? Hvernig getur þú skilið þetta? Ég bara villu svolítið, ég lesi þetta í Kóraninu. Kóranin segir frá þessu og að þeir með ekki gerast vinir hvorki gyðinga né kristinna manna. Þetta stendur í súra og ég lesi súra 5 og súra 9, ég þekki þetta vel og þá sagði hann við mig svolítið athyglisvert. Já, Jóhannsson, kallaði mig Jóhannsson, ég bara er að segja eins og ég hef aldrei lesið Kóranin. Það er náttúrulega málið. Já, en hann er múslimi, er þetta ekki svipað margir kristnir? Jú, hafa aldrei lesið Biblíuna. Aldrei lesið Guðs orð. Og fyrir utan það þá líta múslimar á það að Kóranin sé í raun og vera ekki Kóranin nema sé á arabísku. Sumir segja það. Já, og við verðum bara átt okkur á því að það er ekki nema bara brot af múslimum í heiminum sem talar arabísku og skilur arabísku. Já, einmitt, já. Þannig að
vita bara hvað þeir fara eftir kennisögnum öðru sem þeir hafa heyrt mann frá manni. Munnmæla, margir ekki, til dæmis í mörgum þessum Arabalöndum sem eru ekki lesandi eða skrifandi reyndar, það er önnur saga. Það er líka önnur saga, og svo hérna er þeim, þetta því miður er þetta nú svona, en já, við eigum að elska alla menn og við elskum þá líka og við blessum nú þessi þáttu til að blessa Ísrael og við blessum líka bæði Gyðinga og Araba og ég hvet ykkur kæri vinir sem eru að horfa á þetta þátt sem er trúið á bænina, næst þið biðið, hvort þið geta bara núna, strax núna, getið þið í anda ykkar í huga okkar beðið fyrir Ísrael. Þið þurfum ekki að fara á kné eða einhverja ákveðna stellingar. Bara biðið fyrir landinu, Ísrael, þjóðinni, Ísrael, Gyðingum og biðið líka fyrir Arabum, líka fyrir þeim sem að búa þarna og eiga mjög erfitt á margan hátt. Og í öllum Arabalöndum biðum bara vakningu meðal þjóðana og blessum þá í Jesú nafni. Og kæru vinir, ég enda þennan þátt eins og alltaf. Það er eftir þessum förstu liðum sem stundum hef ég sagt við bæði í grínu og alvöru að við eigum ekki að vera först í formum og siðum og ég held að þessi svolítið til í því við meðum ekki vera först í formum eða siðum, við höfum verið frjáls að geta breytt svolítið út frá formum og siðum, en þetta form hef ég hef ekki breytt þessu formi í 13-14 ár, ég enda alltaf þáttið með þessu, shalom, sem þýðir friður og salam sem þýðir líka friður á arabísku og þetta eins og Jesús sagði, minn frið gef ég yður, ekki gef þér eins og heimurinn gefur, hjarta þér skelfist ekki né hræðist, trúa Guð og trúa mig. Drottinn blessi ykkur. Amen.